Við þurfum öll að borða mat, en af hverju? Jú, við borðum mat af nokkurum ástæðum. Í fyrsta lagi vantar okkur orku. Við fáum orku úr matnum sem við borðum. Númer 2, við notum búta úr matnum til þess að byggja upp líkamann, endurnýja líkamann og börn og unglingar stækka. Efnið til þess að láta líkamann stækka kemur úr matnum. Fullorðið fólk getur svo sem stækka líka en það er kannski meira á þörfvegin. Við fáum líka hluti úr matnum sem fá líkamann til þess að virka, líkamsstarfsemina til þess að virka. En hvað er í mat? Hvað erum við að nota? Fyrirferðamestu flokkarnir í mat eru þessir 3. Prótein, fita eða fituefni og kolvetni. Prótein er byggingarefni. Við notum prótein til þess að byggja upp vöðva og byggja upp líkamann. Fita er orkugjafi, gefur orku, reyndar tekur smá tíma að vinna orku úr fitu, en kolvetni er líka orkugjafi en gefur orkuna frekar hratt. En getur líkaminn notað prótein bara í heilu lagi, fitu og kolvetni? Í raun ekki því þetta eru mjög stórar flóknarsameindir. Til þess að geta nýtt þetta þá þurfum við að brjóta þessi efni niður. Þegar við borðum mat, þá fer maturinn upp í munn, ofan í maga og í gegnum meltingakerfið. Þar er maturinn brotinn niður og prótein eru brotin niður í amínósýrur. Fita er brotin niður í fitusýrur og glýseról. Kolvetni er brotin niður í einsykur sem er yfirleitt glúkósi. Þetta gerist í skeifugörninu og smáþörmunum. Þar fara þessar einingar yfir í blóðið. Því þessar eru of stórar til þess að komast yfir í blóðið. Þetta er svo flutt líkamann þar sem á að nota þetta. Amínósýrurnar þeim er raðað saman upp á nýtt og búið til ný prótein. Fitan er annarkvort geymd eða notuð til þess að brenna og fá orku og kolvetnin eru notuð til þess að fá orku eða þeim er raðað saman aftur í kolvetni til þess að geyma seinna. Þannig að þetta virkar í raun í báðar áttir. Prótein er gert úr amínósýrum, þannig að það er próteinir í amínósýrur en við notum amínósýrur til þess að búa til prótein. Fita er brotin niður í fitusýru og glýseról en notum það til þess að búa til fitu. Kolvetni er gert úr einsykrum en við notum einsykrur til þess að búa til kolvetni. Einsykrur er ein sykurkeðja, ein glúkósakeðja. Tvísykra er eins og strásykur, það eru 2. Kolvetni, stundum kallað fjölsykrur, geta verið einhverjir tugir, jafnvel nokkur 100 keðjur af einsykrur. Þannig að það þarf að klippa þetta allt í sundur til þess að fá þetta hérna. Það sem klippir þetta í sundur, bæði próteinin, fituna og kolvetnin, er svo kallar brisafi. Hann inniheldur sérstök ensím, ensím sem gerir þetta, annað ensím sem gerir þetta og annað ensím eða lífhvatar sem gerir þetta. Þetta er allt ensím eða lífhvatar. Og það kemur úr brisinu yfir í skeifugörnina og þar byrjar þetta að klippast allt saman í sundur. Það sem við þurfum síðan að passa er að maturinn sem við erum að borða, hann innihaldi allt þetta. Hann innihaldi ekki bara prótein, ekki bara fitu, ekki bara kolvetni. Heldur allt saman og í raun fleira líka. Við þurfum vítamín, við þurfum alls konar steinefni, við þurfum trefjar, við þurfum alls konar hluti sem að gegna misjöfnu hlutverki. Trefjar til dæmis er ekki hluti af næringarefnum sem við þurfum, það er bara efni sem við þurfum til þess að halda meltingunni virkri, til þess að hún gangi betur fyrir sig. Og trefjar er ákveðin típa svo sem af kolvetnum. Samkvæmt leiðbeiningu frá landlækni þá ætti matardiskurinn okkar að vera nokkurn veginn svona. Hér ætti að vera grænmeti og ávextir. Hér ætti að vera eitthvað sem gefur okkur prótein sem er þá kjöt, baunir og fiskur. Og hér ætti að vera gróft kornmeti. Gróft pasta, gróft brauð eða þess háttar. Helmingurinn grænmeti og ávextir, helmingurinn prótein og kolvetnagjafar og við fáum fitu með þessu öllu saman því það er fita í flestu. En við þurfum að passa með fituna að halda okkur meira við svona mjúka fitu, plöntufitu og þess háttar í staðinn fyrir harða dýrafitu. Þegar það kemur að vítamínum, þá fáum við bara vítamín úr mat. Eina vítamínið sem við þurfum að taka inn sérstaklega á Íslandi er D-vítamín.
af því að líkaminn getur búið til D-vitamin með hjálp ef að sólin skín á húðina á okkur. Ekkert allt of mikil sól á Íslandi stóra hlutur ári. Þannig við þurfum að taka D-vitamin. Önnur vítamin þurfum við ekki að taka svo mikið nema við finnum að það sé ekki, líkaminn sé ekki að virka á einhvern hátt. Það getur alveg prófað að taka ykkur vítamin og það hjálpar fínt. Annars losar líkaminn sig við meiri hlutan af þeim vítamínum sem við erum að gúffa í okkur, við erum að éta mikið af vítamínum og við erum að búa til bara frekar dýrt piss. Því að vítamin skiptast í 2 hópa, vatnsleysanleg vítamin eins og C-vitamin og B-vitamin. Við pissum þeim bara út ef það kemur mikið af þeim. D-vitamin og A-vitamin til dæmis eru fituleysanleg. Þau fara ekki svo glatt úr líkamann. Þurfum reyndar að borða rosalega mikið til þess að D-vitamin fara að búa til vesen, en það er hægt að borða mikið A-vitamin og fá A-vitamin eitrun. Þannig að við þurfum að passa að borða fjölbreyttan, heilbrigðan mat, lítið af unnum kjötvörum, meira af bara hreinu kjöti, hreinum fisk, borða mikinn fisk, mikið af góðri næringu í fisk og borða fjölbreyttan mat.